Við erum hérna núna í Velti og þetta er aldrei stór dagur í dag og er kafli í Íslandssögunni. Við erum að afhenda fyrstu 14 rafmagnsvörubílana sem er alveg stórt skref í orkuskiptunum á Íslandi, hvernig við skiptum ökutækjunum úr bensín og dísel yfir í rafmagn. Það er eitt að koma með bílana og nú eru bílarnir komnir og tæknin þar er tilbúin og góð drægni og öflugir bílar. En það er ekki nóg. Það þarf að byggja upp innviði, hraðhleðslu innviði og sérstaklega auðvitað meðfram fólks- og flutningaleiðunum á Íslandi. Og það þurfa að vera hraðhleðslu innviði sem geta skaffað orku inn á svona stóra bíla. En leið, ef við byggjum þá upp, þá hjálpar það innviðunum fyrir fólksbíla og aðra önnur rafknúin ökutæki. Það má segja að við séum kannski að skipta upp orkuskiptunum í þungabílum í svona 3 parta. Kannski það eru léttustu leiðirnar fyrst, svo næst erfiðustu leiðirnar og svo erfiðustu leiðirnar. Og léttustu leiðirnar, það eru leiðirnar innan bæjar í þéttbýliskjörnunum en líka milli þéttbýliskjarna eins og bara horfum á Suðvesturlandið. Það er höfuðborgarsvæðið, Reykjanesbær, Þorlákshöfn, Selfoss, Hveragerði, Akranes, Borgarnes. Ekkert mál að skipta yfir á rafmagn á þessum leiðum. Rafmagnsvörubílar og í raun rafmagnsmótorinn er orkunýtnasta form á mótor. Þú nýtir orkuna langt best miðað við aðra orku bara eins og bensín og dísel. Og ef við notum rafmagn beint á ökutækin, hvort sem er fólksbíll, sendibíll eða vörubíll, þá erum við að gjörnýta orkuna sem síðan leið á Íslandi erum að framleiða hana. Og þá leið erum við að tryggja orku sjálfstæði og orku öryggi á Íslandi og erum að nýta orku sem er miklu hún er á lægra verði en líka stöðura í verðlagi, þannig að það hefur jafnvel jákvæð áhrif á verðbólguna. Þetta er svona margvísleg áhrif að nota rafmagni beint á ökutækin. Rafmagnsvörubílarnir eru náttúrulega mjög hljóðlátir og það er ekkert hljóð og það er engin titringu frá vélinni og bílstjórar eru í bílunum alveg 7, 8, 9 tíma á sólarhring og þetta er þeirra vinnuumhverfi. Og við höfum alveg heyrt frá bílstjórum sem hafa keyrt svona rafmagnsbíla að það er bara tvennt ólíkt að ljúka vinnudeginum eftir að hafa keyrt rafmagnsbíl versus hefðbundnu bílarnar. Það er bílstjóra skortur og mun þetta gera kleift og þú laðar að fleira fólk, konur og kalla í þetta. Mjög léttir að keyra, þetta er nútíma tækni í stýrisbúnaði, gírskiptingum og svo þetta hljóðlátara og minni titringur. Engin spurning, menn eru óþreyttar í lok vinnudags.